Kæru vinir, ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og býð ykkur velkomin í Borgarneskirkju í dag. Einnig þau sem eru með okkur í streymi, það er mjög dýrmætt að geta streymt athöfnum eins og gert er núna fyrir þá sem ekki komust, gátu verið með. En við erum hingað komin til að kveðja og minnast lífs hans Þorvaldar Heiðarssonar, rifja það upp og líka til að þakka fyrir líf hans, samverustundir, margar góðar fyrir allt sem hann var og gaf. Og ég vil geta þess í upphafi að strákarnir hans, þeir völdu playlista sem var spilaður á undan athöfni og svo þetta lag sem að forspilið, Hotel California, sem að var alveg í hans anda. Og það má eiginlega segja Hotel California og Hotel Jörð, þetta eigi svona, séu svolítið á pari, að svona þegar maður hlustar betur á textan. En þetta voru lög sem að hann hélt mjög mikið upp á og tónlist. Mér langar í upphafi að koma til skila kveðjum. Þær senda kveðju til okkar í dag, dætur Þorvaldar, Anna og Theodóra. Þær búa báðar út í Englandi, þannig að þær gátu því miður ekki verið hér í dag. Við systur og fjölskyldur sendum innilegustu kveðjur með kæru þakklæti til fjölskyldu og vina. Við minnumst pabba með kærleik og vissu að hann hvíli nú í friði og ímyndum okkur kannski helst að hann siti við veiðar á kyrru vatni í sveitinni. Og við látum hér fylgja 3 erindi úr ljóðinu Lágnætti sem var í miklu uppáhaldi hjá pabba og er eftir Þorstein Erlingsson og ég ætla að lesa þessi ljóðabrot. Margoft þangað, mörk og grund, mig að fangi í draga, sem þar anga út við sund eftir langa daga. Kveikt varlum sveitni sjá, svo að kalla megi, raddir þagna allar þá, þegar halla degi. Sóley kær úr sæfi skjótt, sunnan skæru líður, sé þér blærum bjarta nótt, bæði vær og þýður. Og undir þetta að skrifa og senda hlýjar kveðjur, Anna, Hrafn, Theodóra, Paul, Haki, Ethan og Embla. Og svo flyt ég hér kveðju frá tengdamóður Þorvaldar. Hún vill senda hér kæra þakkir fyrir öll árin og hlýjar kveðju til ykkar allra. Mér langar líka að taka fram, kæru vinir, að fjölskyldan þakkar hlýhug og samúð og bendir á að það verður samvera lokin athöfn í gamla ráðhúsinu að Borgarbraut 14 og jarðsett verður hér í Borgarneskirkjugarði. En ég vil jafnframt geta þess að lagið eftirspili hér eftir athöfnina, lagið við ljóð Ólafs Jónssonar, Heyr þú oss himnum á, sem verður flutt þegar kistan verður borin út, er eftir Önnu, dóttur Þorvaldar. En við skulum byrja á því að helga stundina með signing og bæn og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og ég ætla að fara með bæn fyrir okkur í upphafi. Almátti og heilagi Guð, við komum fram fyrir þig á þessari kveðju stundu til að þakka. Hjarta okkar Drottin er fullt af kærleika og þakklæti og við hugsum til hans Þorvaldar. Þökkum allt það sem hann hefur verið fólkinu sínu, ástvinum sínum og samferðafólki. Láttu þessa kveðju stund í helgidómi þínum hjálpa okkur til að finna fyrir nálægð þinni og kærleika,
svo við treystum orðum frelsarans, verið hughröst, ég hef sigrað heiminn. Þess biðjum við í nafni Jesú Krists. Amen. Orðið sem ég hef valið að flytja hér í dag kemur úr kafla sem heitir Kærleikurinn mestur og þar segir Páll postuli þessi orð: Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir, lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hann með sól
þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól lýsa upp sorgmætt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn, réttu sorgmæddri sál, svala líknar hönd, og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sól að morgni, svo vaknar hann með sól að morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, Faðirinn mun þig geyma, aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Orðin sem að ég valdi og finnst eiga vel við í dag eru einnig frá Páli postula. Þeir segja okkur að Guð er stærri en lífið og dauðinn, að Guði er ekkert megn. Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen.
Ég vil biðja þau sem treysta sig til að rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall. Guðspjalli sem ég ætla að lesa fyrir ykkur upprisutexti úr Markúsarguðspjalli og ég veit að textar Biblíunnar eru stundum svolítið fjarlægir okkur og gamaldags og öðruvísi tungutak, en það sem textin er að segja okkur er að það er alltaf von. Og konurnar sem eru í hlutverki hér í þessum texta, þær héldu að sagan væri búin og þær héldu að hið illa hefði sigrað. En þegar þær koma á staðinn, þá mæta þær hinu óvænta. Þær mæta Guði og þær mæta upprisunni. Og í 2000 ár hefur þessi saga einmitt sagt okkur að það er alltaf von. Það er von í heimi sem Guð á og elskar. Svo ekki gefast upp. Og textin hljóðar svo: Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena og María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás að koma þær að gröfinni. Og þær sögðu sín á milli: Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp og sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór, þessi steinn. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Amen. Hér ég veit það, kæri vinur, þú vilt á brott að kanna nýjan stíg, en þig skortir kjark, þú hikar og hugsar dag og nótt og hræðist að þú munir særa mig. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Ferð, já, það er allt og síðan brós. Því ég geymi alltaf vinur, það allt sem gafstu mér. Góða ferð, vertu sæll, já, góða ferð. Við áttum saman yndislega stund. Við áttum sól og blóm og hvítan sand. Og skjól á köldum vetri vindur napurt söng og vonum gullin ský og fagurt lag. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Góða ferð, já, það er allt og síðan brós. Því ég geymi alltaf vinur, það allt sem gafstu mér. Góða ferð, vertu sæll, já, góða ferð. Þó farir þú í fjarlægð, kæri vinur, og fætur þínir stigi ókunn skref. Hver draumar ræst af aftur, þú áður sagðir mér. Þín ást var mín og bros þín geymt ég hef. Góða ferð, góða ferð, góða ferð. Góða ferð, já, það er allt og síðan brós.
Náð sé með ykkur og fríður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Það er gott að koma í helgidóminn og heyra boðskapinn sem hér er fluttur, bæði í tali og þessum dásamlegu tónum sem hér hafa verið sungnir. Boðskapur sem hefur gefið kristnum mönnum gegnum aldirnar von að dauðinn sé ekki endalok. Boðskapur sem hefur huggað og uppörvað og gefið styrk, því að það er að sönnu sárt að kveðja þá sem við elskum. Kærleikurinn er rauði þráðurinn í gegnum alla reikninguna og orðin sem voru lesin upp hér áðan. Og eiginlega speglast þessi orð Jesú í gegnum hvert einasta orð. Ég lifi og þér munu lifa. Og þegar við hugsum til þess, þá er þetta stærsta loforð sem hefur verið gefið. Ég lifi og þér munu lifa. Með upprisu Jesú Krists rann upp nýr dagur sem færði heiminum nýja von. Boðar okkur það að við eigum öll leiðin að vísa í eilíft ríki Guðs þegar að tími okkar kemur. Og þangað til eigum við andartakið sem við lifum. Það er verkefni okkar allra að lifa. Hvert andartak, hver andardráttur sem við tökum vitnar að Guð er með okkur. Að okkur er óhætt þrátt fyrir allt sem hendir í þessu lífi. Mig langar að lesa hérna ljóðbrot eftir Hannes Pétursson. Þar segir hann: Hinstu þakkar orð sem ég skrifa, þau skrifa ég eingöngu með andardrætti mínum á örk úr alhvítri birtu. Þau orð munu ástvini mínir einir geta lesið, þau skildu ævilega andardráttinn minn. Þorvaldur Heiðarsson, eða Valdi eins og hann var jafnan kallaður, var þakklátur fólkinu sínu. Þau skildu andardráttinn hans og gerðu honum kleift að njóta þeirra hluta sem veittu honum mesta hamingju í lífinu. Vermdum þá hugsun og umvefjum þær ljósinu. Þannig lifa þær áfram, minningarnar. Þorvaldur Heiðarsson fæddist í Reykjavík 10. mars 1957. Foreldrar hans voru Valgerður Anna Guðmundsdóttir frá Álftartungu og Jónmundur Heiðar Árnason frá Stóruskógum í Stafholtstungum. Anna, móðir Þorvalda, var aðeins 15 ára gömul þegar hún réð sig í vist til Reykjavíkur, en hún flutti aftur í Borgarhreppinn eftir að hafa dvalið þar í Reykjavík á annan áratug. Elín systir Önnu bjó á þessum tíma á Gufuá ásamt manni sínu Finni og á heimsóknum sínum þangað kynntist Anna tilvonandi manni sínum, Heiðari Árnasyni. Vestur flutti Anna með nýfæddan son þeirra Heiðars, hann Þorvald. Anna og Heiðar byrjuðu sinn búskap á Brúalundi, bjuggu skeið á stað en lengst af bjuggu þau á Ölvaldsstöðum þar sem þau stunduðu hefðbundinn búskap með kindur og kýr og þau eignuðust 2 börn. Hann Þorvald, sem við erum að kveðja í dag, fæddur 1957 og svo er það systir hans, hún Jónína Guðrún. Hún er 2 árum yngri, fædd 1959. Og börnin ólust upp við gott atlæti í sveitinni. Þrautseigja, dugnaður og æðruleysi foreldrana reyndist þeim góð fyrirmynd, þar sem ábyrgð og samviskusemi var þeim innprentuð. Valda, eins og ég mun oftast kalla hann hér í með þessum minningarorðum, var snemma falið það hlutverk að gæta systur sinnar og átti hann það til að kvarta yfir því hún létið illa stjórn. Valdi var mjög kátur krakki, en þegar kom fram á unglingsárin var hann orðinn örlítið alvörugefnari og þyngri.
Hann hafði sterka ábyrgðartilfinningu og sinnti öllu því sem hann fékk í hendur með prýði og af samviskusemi. Sveitin átti vel við Valda og hann var vanur að taka til hendinni við bústörfin, hvert sem verkið var. Hann var aðeins unglingur þegar hann var farin að standa aftan á sláturflutningabílnum á haustin og átti hann að passa upp á féð, að kindurnar og að lömbin træðust ekki undir. Og þetta var mikil vinna og erfið fyrir unglingi Pállagalla, en hann naut þess að fara á haustin með féð. Valdi var mjög ábyrgðarfullur unglingur, honum fannst hann bera ábyrgð á systur sinni til að mynda og passaði upp á alla þá hluti sem honum var falið að passa upp á. Hann var öllu jafnan frekar kátukrakki og fannst gott að vera í tengslum við sveitina og náttúruna, en það átti eftir að breytast. Þegar faðir hans féll frá þá átti hann það til að verða þungur og það hefur reynst börnunum og þeim systkinum erfiður tími. Þau Anna og Heiðar voru samhent hjón, en árin þeirra saman urðu ekki jafn mörg eins og við mátti búast, því Heiðar dó aldur fram á slysförum árið 1970. Og það reyndist fjölskyldunni afar þungbært og mikill missi fyrir börnin þeirra tvö sem voru að komast á unglingsár og það átti eftir að marka líf þeirra til framtíðar. En fjölskyldan naut þess að eiga góða að og hjálpsama nágranna sem hlupu undir bagga með þeim. Móðir þeirra var umhyggjusamur uppalandi og bjó yfir takmarkalausri þolinmæði. Hún var nú ekki mikið fyrir að skammast, en hún gaf börnum sínum og síðar barnabörnum góð hollráð. Hún var jákvæð og lífsglöð og þátti vel við hana að vinna með ungu fólki. Þau systkinin gengu í Varmalandsskóla, en eftir að móðir þeirra ákvað að bregða búi og flytja í Borgarnes, fóru þau Valdi og Jónína í Borgarnesskóla og luku héðan landsprófi. Valdi var góður námsmaður og þótti sérlega minnugur. Hann mundi bókstaflega allt sem hann las. Hann var mikill grúskari alla tíð. Hann sökkti sér ofan í fornleifafræði og sagnfræði, það var honum hugleikið. En það var líka annars konar fróðleikur sem hann hafði áhuga á. Allt sem var svona, hann vildi fræðast alla mögulega hluti. Og það var oft sagt að hann hefði getað náð langt á hvaða sviði sem hann hefði valið sér. Ef hann hefði valið þá leið. En vinnan var hans líf. Hann var ósérhlífinn og kappsamur og óhræddur við að takast á við ný verkefni. Hann var náttúrulega ólst upp við það mikla vinnusemi bara frá því hann var unglingur. Og eftir að flutti hingað í Borgarnes þá starfaði hann tími á Sigvalda Arasyni sem þá rak bíla og gröfuútgerð, en síðar átti eftir að verða borgarverk. Og Valdi var einn af fyrstu starfsmönnunum þar, vann þar í 5 eða 6 ár. Hann var mjög ungur þegar hann stofnaði eigin fjölskyldu. Hann hafði kynnst stúlku í skólanum, Birnu Þorsteinsdóttur, sem unglingur hér í Borgarnesi. Og þau gengu í hjónaband. Og það lá því beint við þegar Valdi fór að vinna hjá þáverandi tengdaföður sínum, Þorsteini Theodórssyni, húsasmíðameistara, að fara í nám í húsasmíði sjálfur. Og eftir að hafa útskrifast sem húsasmiður, þá vann hann meira og minna sjálfstætt. Hann var að auki viðloðandi störf hjá JP á Hvanneyri, en hann vildi vinna sjálfstætt. Hann vildi öllu jafn að vera sinn eigin herra, geta stjórna sjálfur sínum tíma.
Þau Þorvaldur og Birna eiga 2 dætur, Önnu og Theodóru, og þær eru búsettar báðar í Englandi. En þau skildu 1975. Ári síðar, þann 14. september 1996, kvæntist Þorvaldur eða valdi Jónínu Birgisdóttur sem kom frá Akranesi. Hún átti 2 börn fyrir, þá 11 og 18 ára, þau Önnu Sigríði og Birgi Þór. Og þau Anna og Birgir tóku Valda mjög vel þegar hann kom inn í þeirra líf fjölskyldunar, og það voru alltaf góð samskipti þar á milli meðan þeirra naut. Fyrsta heimili Valda og Jónínu var í Borgarnesi á Þórólfsgötunni. Þau fluttu seinna tímabundið upp á Skaga en komu aftur tilbaka, og frá árinu 2000 hefur heimili þeirra verið á Skúlagötu 11, þar sem þau hafa búið í næstum áratug. Ef eitthvað misfest í því sem ég segi varðandi búsetuflutningana, þá bið ég bara forláts á því. Ég held að þetta sé svona í grófum dráttum þær upplýsingar sem ég hef. En börnin þeirra, sameiginlega, stjúpbörn og börn, þau eru 6 talsins. Þau Þorvaldur og Jónín eiga 2 syni saman. Hann Þorvald Heiðar, sem fæddur 1996, og Þórð Eli, sem fæddur 1998. Þannig að börnin eru samtals 6, stjúpbörn og börn. Og barnabörnin eru 10 talsins í dag, að mér skilst. En stundum er gjafan kvikul og lífsláni valt, og við upplifum að það er ekki alltaf okkar valdi. Það er erfitt að sjá eftir ungum einstaklingum í blóma lífsins hverfa okkur héðan. Því fylgir meiri harmur en nokkur nær að halda utanum. Það var mikið reiðarslag fyrir fjölskylduna þegar þau systkinin Anna Sigríður og Birgir Þór féllu frá með 4 ára millibili, langt fyrir aldur fram. Anna Sigríður þann 4. desember 2018, og hún lætur eftir sig 2 syni, þá Sindra og Aron. Og Birgir Þór lést 4. mars 1922. Og það er óvægt að kalla þetta hamfaratíma í lífi fjölskyldunar. En það er mikilvægt að halda samt fast í allar þær góðu minningar sem þau höfðu eignast á tímanum meðan þau lifðu, og að ná að upplifa þakklæti fyrir að hafa átt tíma saman. Þannig lifir ljósið þeirra áfram með ykkur, og þannig nær tíminn að sefa sorgina. Áföllin breyta okkur vissulega, en verkefni okkar allra er að lifa áfram og biðja þess að upprisa megi verða raunveruleg í lífi okkar, því þar býr vonin. En þau Anna og Valdi gengu sem einn maður, voru samrýnd og miklu vinir, og þannig tókst þeim að komast í gegnum þessa erfiðleika saman. Þannig tækluðu þau lífið, og það skiptir miklu máli að eiga góðan samferðafélaga þegar þarf að taka á erfiðum verkefnum. En svo, ef við snúum okkur á Önnu Dodda, þá langaði mig að svona fá örlitla vitneskju um það hvernig maður var Valdi, og ég spurði strákan hans að því hvernig var pabbi ykkar, hvernig persóna var hann, hvernig upplifðu þið hann, og það sem að þeir voru báðir sammála um það að hann var alveg ótrúlega þrjóskur. Það var það sem að fyrst kom upp í hugan
Hann var þrjóskur en hann var einbeittur og hann var svona hélt fast í sitt. En þeir minnast ferðar sem þeir fóru sem strákar norður á Ísafjörðið sinn. Þeir voru fótboltastrákarnir og vildu nú helst ekki fljúga en það átti að fara. Þeir skyldu fara og skyldu keppa, spila þetta mót, hvað sem það kostari. Svo hann skellti fjölskyldunni bara upp í bílinn og af stað var haldið en Valdi var svo þreyttur að hann greip til þess ráðs að biðja strákanum að halda sig vakandi, svo hann sofnaði ekki undir stýri og þeir komust á staðinn og leikurinn var spilaður, hann fór nú ekki vel. En það sem mestu skipti að leikurinn var spilaður og þarna kemur kannski þessi þrjóska vel í ljós. Það átti bara að klára verkefnið og svo var haldið rakleiðis heim á leið þar sem allir voru slituppgefnir. Já, hann var einbeittur, hann Valdi, hafði einnig sterkar skoðanir á mönnum og málefnum og meðal annars hafði hann mjög sterkar skoðanir á stjórnmálum og hann tók þátt í stjórnmálum svona bara með því að láta sig varða. Hann var mikill samfylkingamaður og svona fannst það var áhugi fyrir því að grúska í pólitíkinni eins og hún var að þróast. Og svo eins og þið sjáuð hér í dag, þá gekk hann til liðs við Rótari, hann vildi láta gott að sig leiða og hann var gerður heiðursfélaga hjá Rótari og tíma var hann forseti, þetta rótir svona á milli. Þannig að það bera allir einhvern veginn uppi, þetta eins og perlur á bandi og það svo fallegt að hugsa til þess að félagskapar hvernig hann virkar einmitt þannig að rótira ábyrgðinni. En hann var mikill vinnuþjark og hann verður reyndar alltaf að vinna. Hann vissi ekki hvað hann átti af sér að gera í raun og veru svona ef hann var ekki að vinna. Hann vann við ýmis verk hér í Borgarnesi gegnum árin. Hann vann meðal annars við að járnbinda íþróttahúsi hér og það er gaman að geta þess að hann kom að því að byggja nýja Brákarhlíð. En hann var reyndar lengi á bakvakt á Brákarhlíð í varðandi smíðavinnu ef það vantaði eitthvað, það var kallað að Valda. Hann kom að nýju viðbyggingu hótelsins hér og vitt og eitt og annað sem hann kom að því að hann var einhvern veginn allstaðar með sín verkfæri og tól og hjálpsemi. Og það var bara að drífa hlutin áfram og fjölskyldunum fannst oft hann mætti stundum slaka á. En hann bara kunni það ekki. Honum fannst ekki auðvelt að horfa á aðra vinna en sitja sjálfur og auðum höndum. Það fór illa hann sérstaklega eftir hann veiktist að geta ekki gert það sem hann áður gerði. Helgar satt hann ekki auðum höndum frekar en aðra daga og þá má nefna að hann steypti brákina. En það gerði hann helgar í sínum frítíma, þannig að hann hafði alltaf nóg að gera. En hann var orðinn þreyttur í seinni tíð og búinn að vinna allt og mikið. En honum fórst gott eftir langa vinnudag og kom heim og fá sér sígaret og konjaksglas og þá settist hann í stólinn sinn og tók sér hönd í bók. Það var gott að dvelja í þögnin og lesa. Allt sem var fróðlegt og það eru heilu bókahillurnar heima sem hann var búinn að lesa spjaldan á milli. En ég held að ég verð að geta þess hér í dag því þekki það eflaust flest sem hann þekktuð að hann var mikill reykingamaður en ég vissi það ekki fyrr en í dag að hann reykti kamel
og þá sé til þess að kamilpakkin færi með honum núna áfram þegar hann kvaddi. Þannig að hann var með pakkan sinn. En helstu áhugamál Valda voru sem sagt þessi lestur og ýmislegt grúsk. Ég kallaði þetta hann var upplýsingasafnari. Hann var búinn að sanka að sér alls konar upplýsingum og meðal annars í gegnum ættfræðina og það kom sér vel eftir að hann fór inn á Brákarhlíð. Þá þekkti hann, þá hafði hann gaman að því að spyrja hverra manna ert þú? Og þegar hann fekk að heyra það, já, þú ert frændin að Lóu eða Stínu eða hvernig sem var og fólki hafði ekki hugmynd það, en hann vissi þetta. En Valdi hafði yndi af það að fara í göngur. Hann fór reglulega inn í Langadalsvatn eða ég veit ekki hvort ég að segja þetta rétt, eða Langavarsdal. Er það ekki? Langavarsdal. Já. Ha? Langavarsdalur, fyrirgefiði. Ferðir sem tengdust minningum úr æsku. Hann leitaði þær minningar og hann talaði oft Og pabbi hans var fæddur í Grísatungu og fór oft með fjölskyldunni þangað í pílagrímsferðir. En árið eftir að faðir hans dó, þá fór hann þangað í sínar fyrstu leitir. Honum fannst gott að leita í ræturnar og upplifði tengsli við æskudagana sem veittu honum gleði, en færðu einnig trega tilfinningar yfir þá erfiðu tíma sem að þau systkinin bæði og fjölskyldan upplifði á ákveðnum tíma þegar við andlát föður þeirra. Það hafði reynst ungum dreng erfitt að missa föður sinn og það hefur eflaust bætt á þyngsl sálarinnar gegnum árin. En það sagt, og ég held að það sé alveg rétt, að hver maður beri svipmót uppruna síns og svo kenning sannast án efa í Valda því líf hans einkendist af því sem hann var mótaður af úr æsku, vinnusemi, dugnaður og ósérlifni. Þetta var honum í blóð borið. Hann í raun og veru bara hélt áfram þar til hann gat ekki meir og líkaminn sagði stopp. Hann fékk áfall árið 2017 sem var náttúrulega alveg skelfilegt. Svona ungur maður fékk blóðtappa sem fór upp í höfuðið og við það missti hann máttinn öðrum megin. Eftir aðgerð dvaldi hann á Grensás í endurhæfingu þar sem kappseminn keyrði hann áfram og hann ætlaði sér að ná fyrir styrk og hann var reyndar farinn að ganga með hækju en þá vildi svo illa til að hann veiktist og var sendur á sjúkrahús. Og þeir treystu honum ekki til þess að halda áfram í æfingunum. Hann fór aftur á Grensás í stutta stund en var sendur fljótlega upp á Akranes og sjúkrahúsi þar. Og þaðan kom hann heim í ágúst 2018. Og lífið breyttist hratt. Persónuleikinn var orðinn breyttur en kom helst tilbaka þegar hann rifjaði upp gamla minningar. Þessi tími reyndist mikið álag á allt hans fólk og þau höfðu vaktaskipti. Heiðar og Þórður sinntu föður sínum og meðan móðir þeirra sinnti vinnu sinni og það þegar maður hugsa til þess álags sem á fólki með veikan mann heima sem að hvaða þetta þarf mikið skipulag og mikla samheldni. Og það höfðu þau og samvinna þeirra var sterk og góð og einhvern veginn náðu þau að halda þessu öllu gangandi. Valdi náði að vera tæp 4 ár heima en hann var þá byrjaður í dagvistun á Brákarhlíð en hann fór þangað í fulla innlögn síðan og þar dvaldi hann síðustu 3 árin. Hann var orðinn þreyttur og það mátti sjá á honum. Það var ekki honum að skapi að geta ekki gert alla þá hluti sem hann hafði gert áður. Og hann eiginlega
Þetta var svona barátta við að halda þessari mannlegu reisn. Við þekkjum þetta öll, hvernig það einhvern veginn, hvað sárt þegar einstaklingur missir þá burði. Svo það var þannig ef einhver kom til hans og honum fannst stopp og lengi, þá sagði hann iðulega, jæja, nú skaltu fara, það var eitthvað annað sem hann þurfti að gera. Hann átti erfitt með að sætta sig við aðstæðurnar. Hann átti erfitt með að sætta sig við þetta fasta regluverk sem hann hafði aldrei verið bundinn af, eitthvað fasta regluverk, því hann hafði náttúrulega alltaf stjórnað bara sínum tíma sjálfur. Svo þetta fór illa í skapið hans. Heilsunni fór hrakandi síðustu mánuði og það var orðið ljóst í hvað stefndi. Og Þorvaldur Heiðarsson, hann valdi, lést á Brákarhlíð þann 20. júlí síðastliðinn. Langar að koma á framfæri þakklæti frá fjölskyldunni til starfsfólksins á Brákarhlíð fyrir umönnun þeirra, þann tíma sem dvaldi þar. Kæru ástvinir valda, erfiðleikar og veikindi breyta fólki, mismikið þó. En erfiðast þó að upplifa það þegar ástvinu hverfur okkur þannig að hann ekki lengur sá sem hann var. Þið megið hins vegar vita að barátta hans valda við sín veikindi breytti því ekki að hann elskaði ykkur. Aldrei efast mátt Guðs. Mig langar að hvetja okkur öll til að taka þessi orð inn í hjarta okkar í dag. Aldrei að efast mátt Guðs. Og núna þegar við biðjum Guð að faðma valda í eilíðinni, þar sem eru engin sjúkdómar, sorg eða sársauki, þá minnum við okkur á að Guð stærri en líf og dauði. Og Guði ekkert megn, eins og stendur og ég las upp úr í Rómverjabréfinu. Ef við lifum við drottni, og ef við deyjum, þá deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Og valdi drottins. Hann var það í lífi sínu og hann það líka núna, þegar hans lífi hér á jörðu lokið. Við kveðjum Þorvald Heiðarsson og sameinumst í kveðjuorðunum fögru. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Í Jesú nafni. Amen. Minn bátur búinn, til brottfarar úr steindri vör. Með sál mína siglir hann nú inn, nú síðustu lagt í för. Og þegar lífsbókin lokast, og landið mitt hverfur í haf, í suðrænum þeim burtu þokast, ég þakk allt sem almættið gaf. Nú þegar tónarnir tínast, í tómið og allt verður hljótt, myndir og minningar sýnast, í móðu fellur á nótt. Ég ykkur að síðustu segi, að sitthvað ég betur gat gert. Gjarnan ég villtist af vegi, og
valdi margt ámælisvert. Ég bið fyrir byggð og fósturjörð, ég bið fyrir gæfu og vonum, vinina mína stattu vörð og vakt yfir dætrum og sonum. Nú bið ég þig Guð sem gafst mér flest og geri það bljúgur í sinni. Verndaðu hana sem var mér best, já vakt yfir ástinni minni. Í skjólin flest fíkur, allt fellur í gleymskunnar dá. Jarðneskri vist minni líkur, lokast í hinsta sinn brá. Á ævileið áfangar vinnast, ykkur ég sagt get jú þar. Aftur svo ástvinir finnast, á öðrum og bjartari stað. Ég bið fyrir byggð og fósturjörð, ég bið fyrir gæfu og vonum, stattu vinina mína vörð og vakt yfir dætrum og sonum. Nú bið ég þig Guð sem gafst mér flest og geri það bljúgur í sinni. Verndaðu hana sem var mér best, já vakt yfir konunni minni. Minn bátur búinn, til brottfarar úr steindri vör. Með sál mína siglir hann lúinn, nú síðustu lagt í för. Og þegar lífsbókin lokast og landið mitt hverfur í haf, í suðrænum þeyburstu þokast, ég þakka allt sem almættið gaf. Við spennum greipar og byggjum saman í Jesú nafni. Góði Guð, stundum skiljum við ekki alveg þetta líf og við skiljum ekki alveg af hverju það þarf stundum að vera svona sárt. Þú hefur lofað því að vera með okkur öllum stundum. Þú hefur lofað því að ekkert geti gert okkur viðskila við kærleika þinn. Viltu hjálpa okkur að trúa og treysta því loforði að ekkert geti gert okkur viðskila við þig. Við treystum því að þú umvefir hann valda í faðmi þínum. Við þökkum fyrir líf Þorvaldar Heiðarssonar og fyrir tímann sem hann fékk. Þökkum fyrir allt sem hann skildi eftir sig í þessum heimi. Vaktu yfir börnunum hans sem kveðja í dag sem á ástunum öllum og gefðu þeim styrk og kraft til að vinna úr sorginni. Blessaðu minningarnar sem hann skildi eftir. Láttu okkur komast að raunum að allt verða loku til góðs og sameina anda sem unnast að eilífu ríki kærleika þins. Þess biðjum við í Jesú nafni og förum saman með bænina sem Drottinn kenndi og við lærðum öll sem lítil börn. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn,
tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, upprís andlegur líkami. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.
Israel.